Áfram höldum við með föstudagsþáttinn á N4 og nú ætlum við að fræðast stéttaskiptingu. Og hann kominn til mín, hann Guðmundur Oddsson, félagsfræðingur, doktor í félagsfræði við Háskólann á Akureyri. Velkominn. Takk fyrir kærlega. Þú varst að birta svakalega grein, ekki satt? Það passar. Þetta hugðarefni þitt, stéttaskipting eða stéttaskipting. Já. Hvað ertu að stúdera, hvað ertu að skoða? Sko, ég er doktor í félagsfræði og skrifaði mína doktorsritgerð hugmyndir Íslendinga stéttaskiptingu. Já. Og var núna daginn að birta svona yfirlitsgrein, þannig að það sem ég er að skoða það sem að aðrir hafa verið að rannsaka á Íslandi með tilliti til stéttaskiptingar. Og ég takmarkaði mig við árið 1900 og til ársins 2019. Og var eitthvað að hafa? Var eitthvað? Þetta kom miklu meira upp úr krafsinu heldur en að ég þrátti að þetta sé svona mitt svið og ég er búinn að liggja í þessu alveg bara frá árinu 2007. Já. Að þá koma mér samt óvart hvað þó mikið hefur verið rannsakað ýmislegt sem snertir stéttaskiptingu í íslensku samfélagi. Og já, ég endaði með einhverja 60+ blaðsíðna grein sem svona í lengri kantinu miðað við fræðilega greinar. Já. Og hver eru svona helstu niðurstöður? Hvernig hugsum við stéttir? Já, sko, ég þurfti einhvern veginn að henda reiður á öllu þessu efni og ég flokkaði þessar rannsóknir frá upphafi nútímavæðingar í Íslandi sem ég bara miðaði við árið 1900 og fram til dagsins í dag og flokkaði í 5 flokka. Annars vegar stéttagerð, hins vegar stéttastjórnmál, í þriðja lagi stéttaójöfnuð, og í fjórða lagi stéttarvitund og í fimmta lagi stéttamenning. Og svona undir þetta, af þessu að þá stúdera ég aðalega stéttarvitund eða hugmynd Íslendinga stéttir og það sem að, og ég birt alveg fullt af greinum upp á því, en það sem að svona stóra niðurstaðan er svo að lengi vel höfum við Íslendingar haft þá hugmynd Íslands sé tiltölulega stéttlaust samfélag eða jafnvel algjörlega stéttlaust samfélag og þetta var dálítið svona opinbera viðurkennda skoðunin lengst af 20. öldinni og við getum bara séð þetta í ræðum ráðamanna þjóðarinnar að tala um 17. júní að þá er verið að tala um hvað Ísland sé einstakt í samfélagi þjóðanna að hér gæti ekki stéttaskiptingar eins og annar staðar eða bara jafnvel Ísland sé stéttlaust land og svo framvegis og þessi hugmynd var mjög svona viðtekin. Þessi hugmynd, hún kemur dálítið svona að ofan, það er að segja þeir sem að hinni valdamiklu hafa dálítið haldið þessu fram meðan svona þeir sem að hafa reynt fátækt á eigin skinni og ójöfnuð hafi verið líklegri til þess að halda hinu fram. En því er ekkert að neita að þrátt fyrir að hér bara í sögu Íslands, bara alveg bara frá landnámi að þá hefur hér tíðkast mjög mikill ójöfnuður, ég meina fjandar hvernig landnemendur voru með þræla sem þetta ýktasta form félagslegs ójöfnaðar og vistabandi var ekkert annað en einhvers konar þrælahald læti eða eitthvað og hér var tekjum og eignum mjög ójafnt skipt í upphafi 20. aldarinnar en á tímabilinu 1945 semst frá lokum seinna stríðs og til 1995 má færa svona haldbær rök fyrir því að Ísland hafi verið eitt ef ekki það jafnasta þjóðfélag bara í heiminum. Ef við erum að horfa á hluti svona eins og dreifingu tekjujöfnuð og eignajöfnuð. Þannig að þeir hafa ekki verið alveg að tala út í lofti með þessum 17. júní. Á þessum tíma, En aftur á móti þreytist ég ekki á að benda fólki á að þetta var ekki eðlismunur. Það er ekki eðlismunur á Íslandi sem kapítalísku þjóðfélagi og öðrum kapítalískum þjóðfélögum, heldur meira svona stigsmunur. Og þannig að Ísland var stéttskipt á þessu tíma þrátt fyrir að jöfnuðurinn hafi verið tiltölulega mikill í alþjóðlegum samanburði. En svo eru þetta allir sem eru eldri en tæfutur í boltanum að muna eftir því að frá miðjum 10. áratugnum, frá 95 og fram að 2007, að þá eykst ójöfnuður í íslensku þjóðfélagi alveg gríðarlega hratt. Og innan OECD eru engin dæmi
mikla aukningu efnahagslegs ójöfnuðar á jafn skömmum tíma og var á Íslandi. Og tekjuójöfnuður fór sko, þetta fór frá því að tekjuhæsta 1% fjölskyldna árið 1993 fekk svona 4% af öllum þjóðartekjum í sinn hlut. Í 2007 var þetta komið upp í 20%. Þannig 1% fekk 20% og þetta gerist á hvað, 12-13 árum bara. Þetta þarna það sem við erum að missa okkur í allar vafningana og fólk bjóti peninga og bara einhverju lofti? Þetta einmitt og þegar fólk að tala, þetta eitthvað svo 2007, það að vísa í þennan tíma þegar verður hér gríðarleg aukning efnahagslegs ójöfnuðar, bæði tekna og eigna og þarna hér myndast ofurrík stétt sem að barst á, ég meina hér muni allir eftir teinóttu jakkafötunum og teinóttu þvotunum og hérna... Það var ekki eitthvað gulldrasl á ravióli og hérna fólk að ferðast hérna á þyrlum og fólk barst mjög mikið á og þá að þetta rímar svo illa við þennan jafnaðaranda sem við teljum að sem sé okkar helsta menningarlega arfleifð að svona í gegnum tíðina hefur fólk sem hefur átt mikla peninga á Íslandi eða landi eitthvað ekki borist svona mikið á enda það var ekkert séð og heyrt sko hérna á 18. öld það kemur ekki fyrir sko 1996 og síðan þá hefur sá snepill ekki sko slegið slöku við að búa til hópinn sko fína og fræga fólki. En í gamla daga voru þetta ekki bara flottustu gæðingarnir og fínustu kápurnar? Jú, ég meni, þetta annars konar sýndarneysla sko, en það má ég segja að það hefur orðið svona einhvers konar breyting þarna á þessum tíma sko, því að þá var það bara einhvern veginn orðið samþykktar að flagga auðsýnum í fjölmiðlum sko. Það var engin svona... Sem alveg áhugavert, af hverju gerist það? Það bara mjög áhugavert sko. Tíðarandinn? Tíðarandinn og ég meina bara auðveldara að koma þessu til skila og það nú til hugtak sem að norsk-ameríski hagfræðingurinn Thorstein Veblen kallaði conspicuous consumption eða sýndarneysla sem að heldur því fram að það með því að sýna öðru fólki hvað þú getur leyftir, bara sjáðu hérna að ég get keypt þakíbúð á New York og búið í dýrustu götu í London, bara séðu hvað ég get leyft mér, getur ímyndaðir hvað þetta segir stöðu mína, getur ímyndaðir allt hitt sem ég get gert. Að þetta er að senda skilaboð til okkar hinna að betra að halda þessu á mottinu sko. Þetta er þessi glansmynd. Þetta er þessi glansmynd, já. Og síðan má ég segja þegar við segjum þetta var eitthvað svo 2007, þá voru allir eitthvað að missa sig, að þetta smitast, má segja, smitast niður þjóðfélagsstigann, sko, að fólk fer í þetta lífsgæða kapphlaup og við bara sjáum það á ýmsum mælingum, bara eins og líðan ungmenna, hún virðist haldast í hendur við þarna ójöfnuð, henni hrakaði samfara auknum efnahagslegum ójöfnuði fram að hruni, síðan þegar hruni kemur, sem þetta kom mjög illa við mjög marga, en líðan ungmenna, hún batnaði í kjölfarið. Fólk einhvern veginn sneri sér svona inn á við og frá sneri sér inn á við. Þannig að þetta snýst ekkert bara krónur og aura, þetta hefur áhrif á allt. Stéttaskipting svo mikilvæg vegna þess að hún snertir öll svið mannlegrar tilveru, sko. Og það ýmislegt sem ég kem inn á einmitt í þessari grein, sko. Ertu að fara að kynna þetta einhvers staðar meira eða heldur ykkur erindi þetta? Já, ég er búinn að hélt sem sagt bóðserindi á ársfundi félagsfræðingafélagsins í fyrra, þar sem ég var að reifa svona fyrstu niðurstöður og svo er ég að vonast til þess að halda erindi þetta á stærstu félagsfræðingarástefnu í heimi í San Francisco núna í ágúst. Þeir hafa áhuga á því að fá svona ensku útgáfan af þessu. Þú bjóst nú í 10 ára, ekki, í Bandaríkjunum? Jú, varst að læra? Passar. Ég bjó hérna ásamt fjölskyldu minni frá 2007 til 2017. Og nú stakst bara af rétt fyrir hrun? Já, ég sá nú ekki hruni fyrir, sko, en við vorum komin út sem sagt ári eftir hrun og ég veit ekki hvað því gerst, ef maður hefði alltaf að fara í námið ári seinna, það hefði örugglega sett allt bara allt farið í skrúna, sko. Hvernig var það búið 10 ár í Bandaríkjunum? Saknarðu Bandaríkjana eitthvað? Að mörgu leyti, já. Við komum óbúslega vel við okkur. Byggum í 7 ár í Columbiaborg, í Missouri fylki og svo fluttum við til Marquette í Michigan þegar ég fekk stöðu sem lektor við Norður Michigan háskóla
og þetta var mörgu leyti bara alveg dásalegu tími og eignumst alveg fullt af vinnum og við reynum að komast út til þess að heimsækja þá þegar við getum. En Bandaríkin samt svona, þetta svona eins og verið í maga dýrsins sko. Það þetta líka, eins og ég segi, það eru margir af bestu hlutum í heimi í Bandaríkjunum. Það líka margir af vestu sko. Þetta svona landöfga. Og það var eiginlega svona eitt af síðustu hálmstráinu var einmitt þegar við kusuðu þetta fíbl yfir sig að við bara ákvæmum. Það var komið nóg. Nú komið nóg. Já, skiljanlega. En takk kærlega fyrir að koma Guðmundur og segja okkur frá þessari rannsókn og grein og bara spennandi að fylgjast með. Gangi þér vel og takk fyrir komuna. Takk sömuleiðis.